Sælverið og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í dag ætla ég að nýta fyrir ykkur flugu sem búið er nú að biðja á rásinni sem heitir hvorki meira né minna en Héræra og er vel þekkt fluga og ég nýt hana hérna eins og hún hefur reynst sjálfum með langbest. Þetta er aldrei mismunandi hvernig með nýta þessa flugu en sumir nýta hana með sé öðruvísi skotti heldur en ég nýta hana. Við erum sem síðan nýta þetta á RXS F28560 sem er sem sé traditional nymf. Þetta er krókur númer 12 og tvinnin sem er að nota í þetta er sem sé svona kamelbrúnn frötin, SSS frötin tvinni. Og við byrjum á því að vefja niður sem sé gullvír sem er sem sé dálítið einkennandi fyrir fluguna. Ég er að nota í þetta Uni sem sé small gullvír. Við festum hann hérna niður og endum hann hérna niður í sjáum af hverju á eftir. Svo fer hann bara aftur hérna í gorminn. Í skottið á flugunni þá er ég að nota fasana. Fanir úr þessi bara hringfasana og við erum að setja fanirna svona cirka þetta langt aftur úr. Tökum svo svona pinch wrap hérna utanum og förum með þetta alveg fram. Það er hægt að nota héra sem sé hár úr héragrímu í skottið. Þetta er bara, það er erfitt að finna oft löngu hárin á grímunni. Getur verið þessi búin með þau. Þannig ég nota bara þessa aðferðið þetta skipti. Þessi fluga heitir héra er að því hún er búin til úr eyra af héra. Þetta er svona hár sem er á héragrímu sem hægt er að fá þetta í búð. Mismunandi litum og svona. Þessi er náttúruleg, svo sem ég nota og við notum við þetta. Hún er bara ólituð og héra sem sé hárunum, þannig að sýna ykkur hvernig þetta kemur á. Þeim er döbbað hérna á þráðinn. Það er að segja, þeim er snúið hérna á þráðinn. Og við reynum að dreifa þessu þannig að þetta sé sem jafnast á þræðinum. Stundum erfitt að eiga við hárin sérstaklega ef þau eru stutt. Svo hérna við farið á mikið. Það er ekkert mál að taka það af og snúa upp á. Og svo að því við erum með snúningsvæs þá bara hendum við þessari umferð á þetta svona. Þetta er frekar ljós litur af döbbi sem ég er að nota núna. Hann má vera dekkri, það er bara eins og ég segjum bara smekksatriði hvers og eins veiðimanns. Þessu vefjum við svo alveg hérna fram. Það má fara meira, aðeins meira til þess að ná að klára það sem við vorum að gera. Og við klippum ekki fasann af strax, döbbum meira á þetta hérna. Þannig að þetta hylji vangilkið alveg örugglega líka. Og svo með döbbið sjáum ég það er hægt að færa það til að þræðinum, hægt að slæta það aðeins til. Og nú ætlum við að zooma þetta aðeins inn í þetta aftur. Þannig að þú kemur döbbið hérna utan að sjáum við og vefst svona. Fer akkurat svona. Því næst tökum við þráðinn sem við erum með, förum með hann, bara klessum honum hérna yfir þetta hingað. Ekki alveg aftur á miðju en svona rétt fyrir fram á miðju. Þá kemur vírinn, það er að segja gullvírinn og þetta er bara gull. Þessi Golden Hairs útgáfa. Það má nýta þetta með kúlu líka
ekkert af því þó að menn noti á þetta kúlu og sumir nota ekki gull í þessa flugu og hafa hana eins pöttulega og hægt er. Þetta virkar allt virðist vera, en ég tek fram að þetta er útgáfa sem hefur reynst mér lang best. Og næsta sem við gerum, það er að folda þetta hérna aftur á bak, vangilkið, og nýtum þetta fast hérna niður. Þannig að þetta standi svona út, svo kemur þetta yfir og eftir. En við þurfum að döppa á hana vangilkið sem verður aðeins þykkara heldur en hinn hérna hlutin af búknum. Og þetta er bara svo aðferð sem ég lærði, það eru til nokkrar aðferðir við að döppa á og hérna þetta er bara svo aðferð sem hefur reynst mér langt best. Þá kemur þetta yfir vangilkið, sjáðu þið svona. Spurningum hvort það megi vera pínulítið á því hérna framan. Bara rétt smá klessa af efni. Það er að segja hérna, sjáðu þið. Svona. Og svo kemur fjöðurinn, fasaninn, yfir vangilkið og myndar hún að skila á þetta, sjáðu þið. Þetta stilla þetta af. Þetta alveg pikk fast og fínt hérna niður. Þannig að þetta sé cirka bát svona beint á hana. Svo komum við með skærin á þetta hérna. Bara séu ekki bara að klippa þetta hérna í svona. Og það er allt í lagi þó að standi smá broddar af þessu og það gerir ekki til. Svo er bara hnútur á þetta og tvöfaldan og svo má setja ufaflím yfir hérna yfir vangilkið. Við getum gert það bara. Skellt bæði hérna ufaflími á hnútinn, kemur hérna, og svo yfir vangilkið. Það er alltaf leið þegar að fara góðu slett á það. Það er gera hana bara glansandi og flotta. Þessi sem alltaf leið þó að fara og þó að glansi á þá skil. Þarf ekki að gera þetta, en þetta lúkkar alveg. Svo er bara ufafljósið á þetta. 10-15 sekúndur. Ekki minna. Alls ekki minna en 10. Svona. Svo getum við zooma okkur aðeins út úr þessu hérna. Við göngum frá, en til þess að gera hana pínlítið pöttulegri, þá er ein leiðin, það er að fara með busta á hana, annarkvort svona eitthvað tannbusta eða bara þann busta sem þið eigið, og fara og busta upp á henni, séu við hérna hárin. Aðeins að rífa þau upp og séu við hvað þetta gerir fyrir fluguna. Það er eins og fái sem sé lappir við þetta og það er alltaf leið að rífa þessu upp á henni búkinn. Þetta er einnig hægt að gera bara með því að fara með nál hérna inn í þetta og rífa út nokkur hár. En þetta er smekksatriði hjá náttúrulega hverju mönum viðmanni. En hér er sem sé hér sér klár tilbúin, klár í voru viðina. Og ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og þeir sem að horfðuð og hérna þið megin til að gerast áskrifendur á rásinni, deila vídeónu og setja like á það. En þangað til þá bara sé ég ykkur þessu gátt í næsta vídeói. Takk fyrir.